Nú ætlum við að halda áfram með tölfræðina og skoða hlutfallslega tíðni. Hér erum við aftur með talnagögn eins og við vorum með síðast. Við byrjum á að gera gildistöflu, ég ætla að gera það svolítið hraðar. Ef ykkur finnst ég gera þetta of hratt þá getið þið spólað tilbaka í myndband númer 1. Svona átt að vera. Svo merki ég 2 var einu sinni, svo 3, aftur 2, 0, 1, 3, 4, 4, 3 og 3. Svo merki ég hvað þetta er oft. Þetta er einu sinni, þetta er einu sinni, þetta er tvisvar, þetta er 4 sinnum og þetta er tvisvar. Það sem ég ætla að finna næst, nú bý ég til nýjan dálk sem heitir hlutfallsleg tíðni. Hlutfallsleg tíðni er ekkert annað en bara prósent. Þá þarf ég að vita hvað þetta eru margir allt í allt. Þetta eru 10. 1 plus 1 plus 2 plus 4 plus 2. Það eru 10. Þannig að nú þarf ég að finna hvað þetta er mörg prósent af 10. Þá ger ég hluti deilt með heild. Hlutin er þá talan sem er hér. Heildin er alltaf heildarfjöldin. Ger þetta fyrir allar tölurnar. Út úr þessu fæ ég 0,1, 0,2, 0,1 á að koma út úr þessu, 0,2 út úr þessu, 0,4 og 0,2. Þetta eru 10%. Margfaldi með 100 muniði til þess að breyta tugabróti í prósentu. 10%, 20%. 40% og 20%. Þegar ég fer núna að teikna súlurit, þá er það nákvæmlega eins nema nú koma prósenturnar hérna en ekki tíðnin. Það er eini munurinn. En með prósentur þá er ég alltaf með tölur á svipuðu reki frá 0 upp í 100. En ef ég er með bara tíðni þá getur hún verið allt frá 1, 2 upp í 5 og upp í 100 eða 1000. Það getur verið svolítið erfitt að hemja svoleiðis talnagögn. Það er oft auðveldar að breyta þeim í prósentur. Og þá gerum við 0, 1, 2, 3, 4, 10%, 20%, 30%, ég þarf ekki að gera 40, ég sé bara það er næsta stigarnir fyrir ofan. Þetta var 10%, 10%, 20%, 40% og 20%. Það eru til fleiri myndrit. Ég hefði getað teiknað þessa mynd með því að teikna svo kallað stöplarit. Fjöldi og hérna kom prósentan. Aftur gerum við 0, 1, 2, 3, 4, 10%, 20, 30, 40 og í staðinn fyrir að gera eina línu, þetta var 10%, þá ger ég svona súl, svona, eða stöpul réttar sagt. Sjá, þessi fór og langt hjá mér, hún átti ekki verið nema 10%, þessi var 20%, 40% og 20%. Svo er til þriðja tegundin af línuriti, eða myndriti, það er svokölluð línurit, þá teikna ég, í staðinn fyrir að gera strik, þá ger ég punkta og tengi punktana svo saman. Ég ætla ekki, þetta línurit á ekki við þessi talnagögn, en það er hægt að gera svona línurit líka, það hentar stundum. En þá er þessu lokið.